Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá ykkur í dag. Halleluja. Við höfum ekki að finna okkur stað og rísa á fætur og lofa okkur saman. Amen. Takk, Jesus. Halleluja, Fader. Í upphaf alls var orðið og orðið myndi bráðum verða horf. Aðeins einn fæddist til að frelsa, Jesús. Lífið var ljós, ljósið skín í og ríki ljósins mun aldrei ganga á grunn. Að týndum leitar til að frelsa, Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar sjó, hann stendur í eldinum sem ljón valdið hefur, sem landeigtur var. Hann kemur og læknar öll veikindi, Jesús. Hans nafn er gott að ákalla í nauðum og ljóðið hans syngja myrkrið í. Því röddin hans stillir hvað sem stormir. Hann er Jesús, Jesús. Hann gengur á vatni, hann stöðvar þær sjó, hann stendur í eldinum sem ljón valdið hefur, sem landeigtur var. Hann kemur og læknar öll veikindi, Jesús. Messías, mig frelsar, það er öflugt Jesú nafn. Þú ert hjálp mín og minn klettur, það er öflugt Jesú nafn, Jesú nafn. Þú gengur á vatni, þú stöðvar þær sjó, þú stendur í eldinum með mér. Sem ljón valdið hefur, sem landeigtur varst. Þú kemur og læknar öll veikindi. Þú gengur á vatni, þú stöðvar þær sjó, þú stendur í eldinum með mér. Sem ljón valdið hefur, sem landeigtur varst. Þú kemur og læknar öll veikindi, Jesús. Það er enginn sem þú, Jesús.
Halleluja, Faðir minn, við bara lofum því í dag, Drottinn minn og Guð. Halleluja, Jesús. Við lyftum þínu nafni, Drottinn minn og Guð, sem öllum nöfnum aðra, Faðir, sem sér hvert kné þarf að beygja sig fyrir, Drottinn Jesús. Halleluja, halleluja, Jesús. Við bara játum þetta nafn og tölum það út, Faðir. Við tölum þetta Jesú nafn út í andaheimin, Drottinn Jesús. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Takk, Jesús. Hýra larando brasaria. Halleluja, Faðir. Takk, Jesús. I know a name that can silence roaring wave. I know a name that can empty out a grave. I know a name, yeah, and His cross the stone I found, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call the name, I have a King with dominion over death. He holds the keys in His holy nail-scarred hand. He is the heel, yeah, that His cross the serpent's head. I resurrect the grave. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name, chains break, dry bones wake. Every time I call your name, the gates of hell shake. Every time I call your name. Is now your sting and wound, oh grave, your victory, and now oh death is now your sting and wound, oh grave, your victory. Where
time I call your name, every time I call your name. Amen. Amen, amen. Hjartalega velkomin í veginn í dag. Það er gott að koma saman í húsi Guðs og lofa nafni hans. Það er ekkert betra. Það er svo gott. Það er nokkur atriði sem ég ætla að fara yfir í dag, sem er framundan. Rétt að nefna, það eru örugglega einhverjir sem er að fylgjast með strákunum okkar. Og þeir eru að keppa silfri 2:30 í dag. Fyrir þá sem vilja, þá verður leikurinn sýndur hér. Fyrirgefðu, já, þú veist, þeir eru bara að keppa til verðlaun í dag. En allavega, eftir samkomu verður leikurinn sýndur hér á eftir. Fyrir þá sem vilja vera hér. Það sem er svo framundan í vikunni er bara alveg svakalega mikið. Og það er svo ótrúlega gaman að segja frá því að það er bara þétt dagskrá alla vikuna. Og á sunnudagskvöldum, 6:00, þá hittast unglingarnir okkar. Þannig ég hvet alla unglinga og þá sem eiga unglinga að hvetja krakkana til að koma í dag 6:00. United er á morgun. Á þriðjudaginn komandi er fyrsti þriðjudagur febrúarmánaðar og þá erum við með lofgjörð bæn 6:00 til 7:00. Á miðvikudag og fimmtudag eru heimahópar bæði hér í kirkjunni og í heimahúsum. Þannig að á miðvikudaginn er konuhópur, fimmtudaginn er strákahópur og það eru blandaðir hópar líka í heimilum fólksins hér í kirkjunni. Þannig ef þú ert ekki í heimahóp, endilega tala við okkur eftir. Því það skiptir svo miklu máli að koma saman, að biðja saman og lesa í orðinu, af því að það er það sem þar styrkjumst við, í bæninni. Þannig ég hvet ykkur til þess að bara koma og vera með í því sem er að gerast í kirkjunni, út af því að við þurfum að finna okkur stað. Við þurfum að vera grundvöll í orðinu og grundvöll í kirkjunni og byggja upp kirkjuna veginn. Það er það sem við eigum að gera. Amen. Næsta laugardag er líka pínuskemmtilegt. Þá ætla Friðarbíó að sýna myndina Soul on Fire hér 19:30. En áður en að við förum í bíó, þá ætlum við að hafa pítsuveislu. Því við erum nefnilega svo vel búin að við eigum pítsameistara nokkra hér innan kirkjunar sem ætla að búa til pítsadeig og búa til pítsur og svo ætlum við að mæta og kaupa á væguverði pítsur og fara svo í bíó. Það mæta. Amen. Og bara svona svo að það sé sagt að þá eru það unga fólkið sem að stendur fyrir þessari pítsuveislu og við öll ætlum að standa við bakið á þeim og mæta og hafa gaman með þeim og svo ætlum við að fara og horfa á bíó. Og mér langar að sýna ykkur smá trailer af myndinni sem verður sýnd næsta laugardag. Trailerin er á ensku en myndin verður svo með íslenskum texta. John, stay with me. Wake up! Coming through. How bad is it? He has burns to 100% of his body. I want to send out a special hello tonight to a certain young man who's laid up in the hospital. His name is John O'Leary. He's a tough little guy. Boy, you listen to me. You will walk again. When I first came to see you, they said you had no chance. But here you are. You're gonna face challenges when you get out of here, but you can still do almost anything. Do you like to dance, Beth? No, but I will. Who is that guy? John O'Leary. He's kind of a legend around here. Why didn't you ask me out the night we met? Figured you wouldn't want me to. Welcome to the first project of O'Leary and Brights Construction. Yeah, everybody grab a hard hat. Ladies first? No.
Why would a man who can't hold a hammer choose to be a contractor? I guess I like to just see houses for what they can be, not what they are. I have a scout troop, and I heard about what happened to you. I just thought that my girls might be inspired if you came and talked to them. Oh, wow. I may have an idea for a way that we could work together. Public speaking? I hope you got better at it. I know what it feels like to think you've probably thrown your life away. To move through the adversities of life, we must have a reason to thrive that is bigger than all the challenges that we face. If you focus exactly on loving the life that you're living right now, not the life that you think you could have had or should have had, that's the whole deal right there. Everything that you did, why me? Seemed like you needed it. You built a good life out of ashes. Remarkable. The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Þetta verður spennandi. Maggi í Friðarbíó sýnir yfirleitt eiginlega alltaf alveg óbúslega góðar myndir sem að snerta mjög við manni og eru hvetjandi. Þannig ég hvet ykkur. Það er nóg að vera, takkið þátt og bara verum hluti af einni heild. Áður en við höldum áfram þá langar mig að gefa okkur öllum tækifæri til að gefa inn í kirkjuna. Kirkjan er byggð á gjöfum okkar allra og við þráum ekkert heitar heldur en að blessa frá okkur og gefa til annara. Guð er örlátur inn í okkar líf. Hann gefur okkur blessanir og við þráum að blessa aðra. Það er ekki kvöð og það er ekki skylda að gefa, en ef þú finnur það í hjartanu þínu að þú vilt taka þátt í því sem er að gerast, að þú vilt taka þátt í að byggja upp þessa kirkju, þá er tækifæri til þess í dag. Það er posi aftast og upplýsingarna koma hérna fyrir aftan mig. En svo skulum við halda áfram að lofa Guð og ég hveti bara til þess í dag að koma með eftirvæntingu inn í þessa stund og fyrir það sem Guð hefur fyrir þig, því að hann þráir að mæta þér þar sem þú ert. Amen, við skulum rísa á fætur og biðja saman. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að við erum saman komin hér í dag, Drottinn minn. Faðir minn og Guð, ég bara legg eitt og sérhvert okkar fram fyrir þig á þessari stundu, Drottinn minn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir að við komum með opin hug og opin hjörtu fram fyrir þig, Drottinn minn. Og megi þú eitt snerta við hjörtum okkar í dag, Drottinn minn. Megi þú umbreyta hjörtum okkar í dag, Drottinn minn. Að þegar við förum hér út í dag, að þá erum við breyttir einstaklingar að því að þú hefur mótað okkur, Drottinn. Þú hefur snert við okkur, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn og Drottinn minn, ég legg holdan í þínar hendur þegar hann tala þitt orð hér út á eftir, Drottinn. Ég bið þess, Drottinn minn, að þú megi smyrja varir hans, Drottinn minn, að hann megi tala út með djörfung og krafti, Drottinn minn, það orð sem þú hefur lagt honum á hjarta, Drottinn minn og Guð. Heilagi Faðir minn, Faðir minn, ég þakka þér fyrir frelsið og gleði, Drottinn minn, sem að ríkir í dag, Drottinn minn. Takk, Drottinn minn, að þú mætir og þú læknar og þú leysir, elsku Faðir minn og Guð, í Jesú heilaga nafni. Og allir líðrið sagði, Amen. Við skulum lofa Guð í dag, Amen. See the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing
Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin er dimm, enginn hér. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þú lítur þú til mín
Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilíf minn Guð. Ó, þig vil ég lofa, þig
Halleluja, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja, Fader. Tack, Jesus. Halleluja, Jesus. Amen. Hversu yndislegt er að vera í nærveru Drottins. Halleluja. Geta komið fram fyrir hann að lofa hans nafn. Lyft upp hans nafni og verið í hans nærveru. Halleluja, amen. Gott að sjá ykkur hér í dag. Halleluja. Halleluja. Gunnar Örn var að tala síðasta sunnudag hvernig við að vera áhrifavaldar þar sem við erum. Hvernig við að hafa áhrif á það sem eru í kringum okkur. Og það var uppbyrjun fyrir mig. Það var uppbyrjun fyrir mig inn í vikuna og ég vil halda áfram að reyna að koma uppbyrjun fyrir okkur og hvatningu að stíga inn í það sem að Guð vill fyrir okkur. Takk Benni. Halleluja. Ég segi bara halda áfram að hvetja okkur, uppbóra okkur inn í það sem að Guð vill fyrir okkur. Já, þarna var það. Jesús sagði nefnilega, farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda, kennið þeim að halda allt það sem ég boðið yður, sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Amen. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum, farið og hafið áhrif á þjóðirnar, hafið áhrif á samfélagið sem þið eruð í, hafið þeir áhrif þar sem að þið eruð, á vinnustanum ykkar, meðal vina, í skólanum, fjölskyldu ykkar. Og þess vegna erum við hér, þessi kirkja, vegurinn, til þess að hafa áhrif á fólk, til þess að hafa áhrif á samfélagið okkar, til að hafa áhrif á borgin okkar, til að hafa áhrif á landið okkar. Af því við þráum að sjá Ísland fyrir Krist. Amen. Og meðan það er ennþá einn sem ekki trúir, þá höfum við verk að vinna. Amen. Hvar sem við erum við kölluð til þess að hafa áhrif. Hvar sem við erum við kölluð til þess að vera erindrekar hans. Erindrekar Jesú Krist hér á jörðinni. Það segir í síðara Korinthubréfi 5. kafla og versi 20, ég er því erindreki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Og fyrra Þessalóníku bréf 2. kafli og vers 4 segir, en Guð hefur talið mig maklegan þess að trúa mér fyrir fagnaðarerindinu. Eða að ég hef verið samþykkt af honum til þess að fara út með fagnaðarerindið. Ég er sendiboði hans sem að hann treystir, sem hann hefur samþykkt til að fara út og boða fagnaðarerindið. Af því ég er erindreki hans hér á þessari jörðu. Hann hefur treyst mér til að boða fagnaðarerindið. Og vitið þið að það á við okkur öll. Okkur öll. Að við erum öll erindrekar hans. Hann hefur kallað okkur öll, eitt og sérhvert okkar, til að segja öðrum frá sér. Að við höfum öll að vera vitnisburður hann. Við höfum öll að bera vitni það sem að hann, Jesús Kristur, hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Ég sló inn þessu orði erindreki í íslenskt orðanett, orðanett.is. Og það kom upp nokkuð grannheiti við orðið erindreki. Og þetta voru orðin sendifulltrúi, boðberi og kynnir. Við erum sendifulltrúar Guðs hér á Íslandi. Boðberar hans til að kynna fólki fyrir Jesú. Og það skiptir ekki máli hvort við höfum nýju trúni, það skiptir ekki máli hvort við höfum gengið lengi með Guði, við ættum öll að segja öðrum frá Jesú, af því við erum öll erindrekar hans. Amen. Amen. Þegar við skoðum söguna Jesú og samviskukonuna,
konan við brunninn, þá sjáum við hvernig hún fór af stað. Hún fór og sagði öðrum frá Jesú. Þá sjáum við hvernig hún sagði frá því, öllum frá því sem vildu heyra, hvernig Jesús talaði inn í hennar kringumstæður, hvernig Jesús þekkti líf hennar. Gyðingar gyðingar þeir litu niður á samverja og öfugt, samverja litu niður á gyðinga. Samverja sátu oft gyðinga þegar þeir voru að ferðast í gegnum Samaríu og réðust á þá. Samverjar og gyðingar þeir hötuðu hvorn annan, þetta var alveg járn í járn. En þennan dag situr Jesús við brunninn þegar samverskakonan kemur til að ná í vatn. Og það var ekki bara að hún hafi verið samverji, heldur var hún kona líka. Og það segir að lærisveinarnir þau furðuðu sig á því að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús sat við þennan brunn. Hann hefði sent lærisveinarna sína að sækja mat, meðan hann sat við brunninn og kastaði mæðinni. Þegar samverskakona kemur til að sækja vatn. Og hann byrjar þetta samtal. Gefðu mig vatn að drekka. Þessi kona, hún átti ekki von á að hitta neinn. Hún átti ekki von á að fara að tala við neinn. Hvað þá gyðing sem var að biðja að fá vatn að drekka. En Jesús hann var með markmið með þessu samtali. Hann var með markmið að hann vildi snerta við lífi konunnar, hann vildi koma með vonin í líf konunnar, hann vildi koma með gleðin í líf konunnar og hann vildi koma með friðin í líf konunnar. Og það sem meira að hann vildi ná til samfélagsins, bæjarins sem að konan bjó í. Og Jesús hann talar inn í lífinar. Jesús segir henni hvernig lífinar hefur verið. Og Jesús segir henni hver hann er. Konan segir við hann, ég veit að Messias kemur, það er Kristur. Og þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann. Ég sem við þig tala. Jesús opinbera fyrir henni hver hann er. Ég er hann, ég sem við þig tala. Og konan þráði allt sem að Jesús hafði sagt við hana. Allt sem að Jesús hafði upp á að bjóða. Hún þráði að fá þetta lifandi vatn sem að Jesús talaði með hana. Að hún myndi fá að drekka þessu vatni og myndi aldrei þyrsta að eilífu. Að þetta vatn mætti vera lifandi lind í hennar lífi sem myndi leiða til eilífs lífs. Hún þráði að fá það sem Jesús hafði fyrir hana. Og þegar Jesús segir, ég er hann sem við þig tala, ég er Messias, ég er Kristur, þá gerist eitthvað innra með henni. Og hvað gerur hún? Hún rýkur á stað. Það segir, nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgin og sagði við menn, komið og sjáið mann sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur. Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Þessi kona, hún fór strax og sagði öllum frá því sem að gerst hafði. Öllum sem hún gat. Sér komið og sjáið mann. Komið og sjáið þennan sem að sagði mér allt sjálfa mig. Komið og sjáið mannin sem að mætti þörfum mínum. Komið og sjáið mannin sem að dæmdi mig ekki, heldur elskaði mig eins og ég er. Komið og sjáið mannin sem gefur lifandi vatn, sem strefi fram til eilífs lífs. Komið og sjáið Jesú. Sjáið, konan var erindriki Jesú. Konan var boðberi hans, mitt í sínu umhverfi, í sinni borg, í sínu samfélagi. Jesús treysti henni til þess að fara með fagnaðarerindið til þeirra sem voru kringum hana. Og hún hafði áhrif á borgina sem hún bjó í. Það segir margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann, sem Jesús, vegna orða konunnar. Amen. Vegna orða konunnar, sem vitnaði það sem að hann hefði sagt henni, allt sem hún hefði gert. Hugsa ykkur, margir samverjar komust til trúar á Jesú vegna þess að konan sagði þeim. Þessu litla sem hún vissi. Þessu litla sem hún vissi. Það eina sem hún hafði var vitnisburður sinn. Hvernig Jesús mætti henni. Ég held að þessi kona hafi átt erfitt líf. Hún kom ein að brunninum þegar sólin var hátt á lofti og hitinn var mikill. Konurnar í bænum fóru saman að ná í vatn á morgnana. En hún kom ein
þegar hinar konurnar voru farnar. Ég held að það hafi verið skömm í lífinar. Hún skammaði sín fyrir eitthvað. Það var eitthvað í hennar lífi sem hún var ekki stolt af. Mögulega var hún á milli tannanna á fólki. Já, hún, konan sem hefur átt 5 menn. Og sá sem hún á núna, hann er sko ekki hennar. Hún hefur kannski verið svona á milli tannanna á fólki. Og hún skammaði sín. Hún skammaði sín fyrir fortíð sína, fyrir líf sitt. Hún forðaðist að eiga samskipti við kinakonurnar. Hún lét lítið fyrir sér fara og hún fór ein að sækja vatn. Svo lesum við í Rómverjabréfinu 1. kafla á versi 16 og það segir: ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Að ég skammast mín ekki fyrir fagnaðarerindið. Að ég fer ekki í felur með fagnaðarerindið. Að álit annara á mér skipti ekki máli. Að því ég er erindreki hans hér á jörðinni. Og hugsið ykkur að þessi kona sem að skammaði sín fyrir sitt líf, hvernig lífinar hafði farið, hún skammaðist sín fyrir hver hún var, hún skammaði sín fyrir aðstöðuna sem hún var í, en þegar hún hitti Jesú, þá hljóp hún tilbaka til að segja öllum frá, öllum sem vildi heyra, að því hún fyrirvarð sig ekki fyrir fagnaðarerindið. Hún skammaði sín ekki fyrir Jesú, heldur þráði hún að allir fengju að heyra hver hann er. Það skipti hann ekki máli hvort hún var á milli tannanna á fólki, þótt hún var umtöluð og litin hornauga. Hún varð að segja frá Jesú. Hún varð að segja frá Jesú, hvernig Jesú hefði mætt henni á þeim stað sem hún var á, og hún hljóp af stað. Þegar Davíð var konungur, þá var sáttmálsörkin örk drottins í bæ sem hét Bala. Og Davíð, hann vildi flytja örkina til Jerúsalem. Og það segir í síðari Samúelsbók 6. kafla hvernig Davíð flytur örkina til Jerúsalem, og það segir í 14. versi: Davíð sjálfur dansaði af miklu móð frammi fyrir augliti drottins, búinn lín hökli. Svo kemur vers 16: þegar örk drottins kom til borgar Davíðs, varð Míkal, dóttir Sáls, litið út glugga. En hún sá Davíð konung hoppa og dansa frammi fyrir augliti drottins, fyrirleit hún hann í hjarta sínu. Vers 20: þegar Davíð kom heim til að heilsa fjölskyldu sinni, gekk Míkal, dóttir Sáls, á móti honum og sagði: en hvað konungur Ísraels bar sig virðulega í dag? Hann beraði sig fyrir framan ambáttir manna sinna eins og skríllinn gerir. Míka, sem var kona Davíðs, hún skammaði sín fyrir það sem Davíð hafði gert. Hann skammaði sín að hann hafi dansað eins og hann dansaði fyrir Guð frammi fyrir skrílnum. Allt fólkið, almenningsálitið. Hvað á fólk eftir að segja? Hvernig kemur fólk til með að tala Davíð og mig, konu konungsins? Og hún fyrirleit Davíð og skammaðist þeim fyrir hann. Þá kemur vers 21: og Davíð svaraði Míkal: fyrir augliti drottins dansaði ég, hans sem tók mig fram yfir föður þinn og alla fjölskyldu hans og hefur gert mig að höfðingja yfir líð sínum Ísrael. Síðan segir hann: ég mun leggjast enn lægra en þetta. Ég mun falla enn frekar í eigin augum, en meðal ambáttanna sem þú nefnir er ég mikils metinn. Hugsið ykkur að Davíð, það segir að hann hafi verið eftir hjarta Guðs, maður eftir hjarta Guðs, maður sem var að Guði að skapi. Hann skammaði sín ekki fyrir Guð. Hann var tilbúinn til að leggjast lágt í eigin augum fyrir Guð, af því hann skammaði sín ekki. Hvað er ég tilbúinn að gera? Hvað er ég tilbúinn til að ganga langt? Er ég tilbúinn að leggja mitt nafn að veði? Að það skipti ekki máli hvað verður sagt mig? Er ég tilbúinn til þess að vera erindreki Krist og segja öðrum frá honum? Jesús sagði: farið því og gerið alla þjóðir að lærisveinum. Farið og skýrið á nafni Föður og Sonar og Heilags Anda.
Farið og kennið þeim að halda allt það sem ég hef búið yfir. Og hvað ætlum við, ég og þú, hvað ætlum við að gera við það sem hefur verið sett í hendunar á okkur? Ætlum við að sitja á því og halda því fyrir okkur? Nei, ég get ekkert verið að segja öðrum frá því sem Jesús gerði fyrir mig. Að ég er svo lítið að segja, eða hvað ætli fólk haldi um mig? Eða segjum eins og Páll, ég fyrirvel mig ekki fyrir fagnaðarerindið, því það er kraftur Guð sem frelsar hvern þann sem að trúir. Viljum við vera eins og Míka og skammast okkur? Eða viljum við vera eins og Davíð sem var tilbúin að leggja sitt niður fyrir Guð? Viljum við vera eins og samveska kona við brunninn sem að skildi eftir skjólu sína og hljópa af stað til að segja öðrum frá Jesú? Því ég vil vera á þeim stað. Ég vil vera á þeim stað. Markus að Guðspjall 16. kapli, þar segir Jesús við lærisveina sína, við erindreka sína, farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. Og þetta er eins einfalt og það getur verið. Mjög einfalt, bara farið og prediki fagnaðar erindið. Við þurfum ekkert að velta fyrir okkur hvað við eigum að gera við trú okkar. Farið út allan heim. Farið til Íslands, farið til Reykjavíkur, Kópavogs, Garðabæjar, Mosfellsbæjar, Hafnarfjarðar. Hvaða fleiri bæjarfélög? Grafavogur, Grafarholt, Breiðholt, Árbær, Miðbær, Vogakerfið, Seltjarnarnes. Hvað segirðu? Smiðjuvegur. Farið út allan heim. Farið út allt og prediki fagnaðarerindið hverjum? Öllum mönnum. Vinum okkar, vinnufélögum okkar, hvað segir maður? Skólavinum, bekkjarfélögum, fjölskyldum okkar, nágrönnum okkar, stelpan sem er á kassanum í Bónus. Öllum mönnum. Öllum mönnum. Síðan segir hann að þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt munu þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Hugsið ykkur að þessi tákn munu fylgja þeim er trúa þegar þeir fara út og predika fagnaðarerindið. Það þegar við förum út og predikum fagnaðarerindið að þá fylgja tákn. Og segir í 20. versinu, þeir fóru, lærisveinarnir, þeir fóru á stað, fóru út og predikuðu hvarvetna, sem þýðir út allt, ekki rétt. Þeir predikuðu út allt. Svo segir, og Drottinn var í verki með þeim og staðfesti boðin þeirra með táknum sem henni fylgdu. Þegar þeir fóru út, stigu út og predikuðu fagnaðarerindið. Þegar þeir fóru og sögðu öðrum frá Jesú, þá var hann með þeim í verki og staðfesti boðin þeirra með táknum. Að þeir munu reka út illa anda og þeir munu tala nýjum tungum og þeir munu taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt munu þeim ekki verða meint af. Hugsið ykkur, og þeir eru leggja hendur yfir sjúka, þá munu þeir verða heilir. Að þegar við förum út með fagnaðarerindið, þá staðfestir Jesús boðun okkar. Að þegar Jesús, Drottinn, er með okkur í verki. Hvað segir Mattheus 28:20? Sjá, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Jesús er með okkur alla daga. Og þegar við stígum út og segjum öðrum frá honum, þá munu þessi tákn fylgja okkur og Jesús staðfestir boðun okkar. Hugsið ykkur hvað það getur verið spennandi líf þegar við stígum út af það sem að Jesús býður okkur. Vitið, við þurfum að vera óhrætt að segja frá Jesú. Við þurfum að vera óhrætt að vera þessir áhrifavaldar, að hafa áhrif þar sem við erum. Margir samverar úr þessari borg trúðu á Jesú vegna orða konunnar sem vitnaði það sem hann hafi sagt henni, allt sem hann hafi gert. Hún var áhrifavaldur þar sem hún var, hafði áhrif á umhverfið. Og hvað sagði hún? Hvað var það sem hann sagði við fólkið? Komið og sjáðu mann sagði mér allt sem ég hef gert.
skildi hann vera Kristur. Þetta ekki mikið. Hún þurfti ekki að predika yfir þeim með eldræðu. Hún þurfti ekki að bíða og læra hvað það að vera kristinn. Hún vissi bara hver það var sem að mætti henni. Og hún fór og sagði frá því. Því litla sem hún vissi. Því eina sem hún vissi. Hún sagði frá því. Og þeir fóru úr borginu og komu til hans. Til Jesú. Vegna vitnisburðar konunnar fóru þeir úr borginu og komu til hans. Og vegna vitnisburðar okkar, þegar við segjum frá því sem að Jesús hefur gert í okkar lífi, fyrir okkur, þá getur fólk tekið trú á hann. Fólk getur staðið upp, farið úr borg sinni, farið úr húsi sínu, getur komið til dæmis í kirkju, til hans, þar sem það var að heyra meira Jesú, læra meira Jesú og hvað þá? Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, þegar við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Þegar fólk fær að mæta Jesú, þegar fólk verður snortið af honum, þá það ekki bara vegna orða okkar, heldur að það hefur sjálft fengið að upplifa Jesú. Það hefur sjálft fengið að mæta honum. Við þráum að sjá Ísland fyrir Krist. Við þráum að sjá alla menn komast til trúar á hann. Af því að eina leiðin til Guðs fyrir Jesú. Jesús vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemst til föðurins, til Guðs, nema fyrir hann. Og vitið, ég og þú, við erum rödd hans á þessari jörðu. Við erum rödd hans í þessu landi, í þessari borg. Við erum rödd hans í samfélaginu sem við erum í. Á þeim stað sem við erum alla daga. Og ef við segjum ekki frá honum, ef við erum ekki hans rödd, hver á þá að segja frá? Hver á þá að vera hans rödd? Við erum eins og kona við brunnin. Förum með það sem við höfum og segjum fólki frá Jesú. Bjóðum fólki að koma með okkur í kirkju. Vitið þið, hann með okkur alla daga. Allt til enda veraldar. Og hann staðfestir boðun okkar. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur á hvernig fólk bregst við eða hvað fólk segir. Það í Jesú höndum. Okkar að segja frá, það hans að mæta fólki, snerta við hjörtum, komin í líf fólks, komin lækning og lausn, en hann vil nota mig og þig. Amen. Og ef það einhver hér sem ekki þekkir Jesú, eða þú ert jafnvel á netinu og fylgist með á samkomu á netinu, ef þú þekkir ekki Jesú, þú hefur aldrei tekið á móti honum, aldrei tekið trú á hann, þá vil ég segja við þig, Jesús elskar þig. Veistu, það skiptir ekki máli hvar við erum stödd í lífinu. Við getum verið eins og konan við brunnin, að við geta gengið í gegnum ýmislegt í lífinu. Jafnvel eitthvað í lífi okkar sem við skömmumst okkar fyrir. Við skömmumst okkar fyrir hvað við höfum gert, við skömmumst okkar fyrir það sem við höfum gengið í gegnum og hvar við erum. Á hinn bóginn getum við verið bara það sem allt í himnalagi. Við lifum góðu lífi, reynum að breyta rétt og allt lítur vel út. En vitið, það skiptir ekki máli hvar við erum stödd. Því að Biblían segir að allir menn hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og hvað þýðir það? Það þýðir að við höfum öll brotið gegn boðorði Guðs. Við höfum öll brotið gegn hans orði. Við höfum öll gert það sem rangt í hans augum. Og við þurfum á honum að halda. Við þurfum á náð hans að halda. Við þurfum á hans miskunn að halda. Og því að Guð elskar þig, að þá senda hann son sinn í heiminn fyrir þig. Hann senda hann í heiminn til að taka þína syndir á sig. Og ekki bara þína syndir, heldur mína syndir. Og syndir allra manna. Og hann fór á krossinn og hann dó í þinn stað og minn stað. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Síðan segir hann, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa heiminn.
Veit þið, Guð þráir að þú eignist þetta eilífa líf. Að þegar þú yfirgefur þetta líf sem hér á jörðinni, að þá eignastu líf á himnum, eilíft líf. Og Jesús kom ekki heiminn til að dæma þig. Hann kom ekki til að benda á allt það ranga sem þú hefur gert. Hann kom til þess að taka allt það ranga sem þú hefur gert á sig. Syndina á sig. Til þess að þú getur eignast þetta eilífa líf. Til að þú getur eignast samfélag við hann. Vitið að þú verður að opna fyrir honum þitt líf. Þú verður að hleypa honum inn. Þú verður að taka ákvörðun að trúa á hann. Þú verður að taka ákvörðun að fylgja honum. En Opinberunarbókin segir hann stendur við dyrnar að hjartaðinu, að lífiðinu og hann bankar. Hann þráir að koma inn í þitt líf. Hann þráir að vera þinn leiðtogi. Hann þráir að vera þinn drottinn. Leiða þig gegnum lífið. En þú verður að opna fyrir honum. Því Jesús stoppaði við brunninn með þann tilgang að mæta þessari samvisku konu. Og vitið, hann er hér í dag með þann tilgang að mæta þér. Hitta þig í dag. Hann bankar á hjarta þitt, dyrnar á þínu lífi. Og ef þú vilt opna þitt hjarta í dag, þá vilt fá að biðja með þig stutta bæn. Ef þú vilt taka þetta skrefa, trú á Jesú Krist, að hann sé þinn frelsari, að hann sé þinn leiðtogi. Og við skulum bara rísa öll á fætur og ef þú vilt taka þetta skref í dag, að taka trú á Jesú, gerðu þá þessa bæn að þinni bæn í dag. Byttu þessa bæn út frá hjarta þínu og opnaðu lífið fyrir honum. Við segjum Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir að þú elskar mig. Þú elskar mig svo mikið að þú ert tilbúin að gefa son þinn fyrir mig. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert tilbúin að deyja fyrir mig til þess að ég mætti eignast eilíft líf og verið hólpinn. Jesús, ég játa með munni mínum að þú ert drottinn og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig frá dauðum og þú lifir í dag. Ég bið að koma inn í hjarta mitt, komdu inn í líf mitt og vertu leiðtogi í mínu lífi. Ég vil fylgja þér. Ég þakka þér fyrir að ég tilheyri þér og ég er þitt barn. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Þetta er besta ákvörðun sem við tekum í lífinu, að fylgja drottni Jesú, skapar okkar. Amen. Halleluja. Við ætlum að ljúka stundin í dag. Við ætlum að lofa Guði í einu lagi. En ef það er eitthvað sem að þú ert að berjast við og vilt fá fyrirbæn, að við stöndum með þér í bæn, þá býðið þið velkomin hérna fram. Það er fólk hérna sem er tilbúið til að biðja með þér, standa með þér í trú, af því við trúum því að Guð mæti okkur. Við trúum því að Guð vilji grípa inn í líf okkar og vilji koma með bænasvör inn í þá baráttu sem við eigum í. Þannig að ef þú vilt fá fyrirbæn, komdu fram og við biðjum með þér. Annars lofum við Guð í einu lagi, förum svo hann í Kaffi Paradís, eigum samfélag saman, spjöllum og fáum okkur kaffi og ég held að Benni sem er heitan brauðrétt, eigum bara góða stund og fyrir þá sem að vilja Ísland Króatía hér á eftir. Amen. Guð bless ykkur. Hlakka til að sjá okkur í vikunni. Það er nóg að gera eins og Ásti sagði. Mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, í kvöld. Það er nóg að gera í kirkjunni. Tökum þátt í því sem að Guð er að gera og sjáum svo næsta sunnudag. Amen. Guð bless ykkur. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you'll never do.
So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, and nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, don't you get child, lift up your soul. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your soul. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Praise the Lord, praise the Lord. Praise the So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah.